laugardag. Já, hérna hefur við Renault Clio sem við verðum Íslandsmeistarar á í flokki lítilbreyttra bíla í fyrra. Það er standardvél í honum og girkassi. Það sem við búið að breyta í honum er fjöðrun, það er komið keppnisfjöðrun í hann, veltibúr. En eins og þið sjáið hérna þá er bara teppi og allt í bílnum. Við erum með orginal mælaborðið í honum. Hann er keyrður 9600 km síðan hann kom nýr á götuna 92. Þannig að þetta er nánast nýr og ónotaður bíl. Þetta er Mitsubishi Lancer, fjórhjóladrifinn. Gengi N-bifreið. Við fórum þá leiðina að smíða bíl fyrir lítið breyttan, nánast standardbíl í þennan flokk því það er svona auðveldara að kljúa það. Þetta er ekki stír bíl eins og Grupo A-bílarnir. En það er nú samt í honum allur hefðbundinn öryggisbúnaður og það er til dæmis mjög öflugt veltibúr og stólar og slíð. Og hann er að skila tæpum 300 hestöflum og þessi bílar er Gengi N því að það hefur verið mjög sterk vél í þessu og vel hannað. Þetta er 20 bíl. Hann ber aldrei vel og hann hefur verið vel bíl. Það eru meira svona tölvukubbar á hjólum. Þetta er svona gamla Willys-mórallinn. Og þetta er kannski svona stoltið okkar ennþá því að þótt þessi 20 ára gamalt þá er þessi vél hér ennþá mjög spræk. Allavega 300 hestöfl og mjög skemmtilegt sound í henni. Og bíllinn hefur líka þó hann hafi ekki góð aksturseiginleika þá hefur hann þó það að hann er með vélina í miðjunni. Hann er hannar af Patrick Head, sami og þróunarstjóri hjá Williams. Þannig hann er bæði góður á stað fyrstu metrana og svo á hann líka með betri bremsur. Og þetta á að vega upp mikið til þennan aldur sem þessi bíll er. Já, við erum búin að vera að prófa og miðað við það sem við Jóhannes vorum að keyra þennan bíl í fyrra þá tel ég hraðaukninguna það mikla að við eigum ekki vera langt á eftir þessum þremenningum þarna sem eða þrem áhöfnum sem fara hraðast. Þannig að ég held svona í haust eða í lok keppnisárs þá ætlum við að vera í sæti 4 eða 5, það er ljóst. 21 áflöð skráð til leiks og eins og gerist og gengur í rallið þá döttu menn út og kláruðu ekki rallið. Guðni Þorbjörnsson og Daniel Sigurðsson lentu í vélarbilun og urðu að hætta. Þorsteinn Páll Sverrisson og Vítek Bódanski. Það er bílað hjá þeim kúplingin og þeir urðu að hætta keppni. Og Fylkir Jónsson og Þórður Ingvarsson mistu afl og lentu út af og urðu að hætta keppni. Og á bílnúmer 17 Hlöður Baldursson og Halldór Jónsson. Þeir urðu að hætta keppni eftir að festing fyrir inngjafar barkan brotnaði. Þrátt fyrir góða tilburði tókst Hlöður ekki að gera við þessa bílun. Og Pétur Pétursson og Vignir Vignisson á Honda urðu að hætta keppni eftir að dempararnir komu hreinlega upp úr að framann. Og á bílnúmer 21 Bragi Hilmarsson og Stefán Björnsson þeir lentu út af og urðu að hætta keppni. Út af og inn á. En þá í slaginn í rallinu hér á fyrstu leið eru það feðgarnir Íslandsmeistararnir frá í fyrra. Rúnar Jónsson og Jón Rúnar Ragnarsson sem að ræsa fyrstir og þeir gerðu sér lítið fyrir að náðu besta tíma á þessari leið sem á tveimur næstu leiðum. Stapan Reykjanesið bæði í austur og vestur og þeir voru með forystu eftir 3 leiðir. Númer 2 inn á leiðirnar kom síðan bróðir Rúnars Baldur Jónsson á Subaru Legacy en Rúnar Jónsson og faðir þeirra tveggja er á Subaru Impressu. Með Baldri Jónssoni er Arnar Valsteinsson nýr í þessu sæti og Baldur var búinn að segja fyrir keppnina að hann myndi nota þessa keppni til þess að stilla saman strengi. Þeir voru fjórðu á þessum 3 fyrstu leiðum. Hjörtur Pálmi Jónsson og Ísak Guðjónsson töpuðu heilum 11 sekúndum á feðgana á fyrstu leið og það er allt of mikill munur, það er erfitt að vinna slíkt upp. Þeir voru síðan með annan besta tíma á Reykjanesinu í vestur en 3. besta tíman á leiðin tilbaka og Sigurður Bragi Guðmundsson kom aldeilis óvart aðeins 2 sekúndum á eftir feðgunum á fyrstu leið með annan besta tíma og með 3. besta tíman á Reykjanesinu 3:51 töpuðu þar 10 sekúndum á feðgana og náðu svo öðrum besta tíma á leiðin tilbaka Reykjanesið 54 sekúndur á móti 50 yfir heilu mínútuna munnaði 4 sekúndum þarna. Hjörleifur Hilmarsson og Jón Þór Jónsson á Mitsubishi Lancer voru með 4. besta tíma á fyrstu leið, 5. besta á annarri leið og 7. besta tíman á 3. leið. Voru samtals í 5. sæti eftir þessar 3 fyrstu leiðir. Gunnar Vigfússon og Björn Ragnarsson á Ford Escort með 7. besta tíman, 7. besta tíman og síðan 5. besta tíman voru að bæta sig jafnt og þétt.
og voru kannski að taka heldur mikla áhættu og taldi Gunnar Viggósson að hann hefði verið heppinn að lendi ekki út af einu sinni. Og hér á Toyota Hilux Ævar Ingólfsson og Ómar Björnsson voru með 7., 7. og síðan 12. tíman á þriðju leið. Voru þar að tapa það bil mínútu og aðra keppendur voru í 9. sæti að loknum 3 leiðum. Og Íslandsmeistararnir í nýliðaflokki í fyrra á Honda Civic, Guðbrandur Sigurgesson og Karl Þór Björnsson voru þetta með 13. tíma, 12. tíma og síðan 11. tíma, voru að bæta sig en voru ekki nægjanlega framalega til þess að vera fyrir framann þá sem voru í slagnum í nýliðaflokki hér á bílnúmer 13, Halldór Björnsson og Árni Jónsson frá Hautum Kórólum. Þeir voru með 10. besta tíman á 1., 2. og 3. leið og voru samtals í 11. sæti eftir þessar fyrstu 3 leiðir. Númer 14 Guðmundur Höskuldsson og Halldór Sveinsson, einnig á Toyota Corolla. 17. besti tími, 13. og síðan 14. og á bíl númer 15 Sigmundur Guðnason og Davíð Unnarsson á Nissan Sunny 1600. Þeir voru með þetta 16., 14. og 13. tíman eins og margir að bæta stöðu sína og þá kannski aðalega vegna þess að aðrir keppendur voru að falla úr leik. Og á bíl númer 16 tóku forustu á fyrstu leið Árni Gunnlaugsson og Reynir Róbertsson. Í nýliðaflokki en urðu síðan frá að hverfa þegar það farið út af. Og númer 19 Sigurður Gunnarsson og dóttir hans Elsa Sigurðardóttir, þau hafa það afrek á afrekarskrá sinni að hafa lokið öllum keppnum sem þau hafa tekið þátt í. Og spútningin í nýliðaflokki Óskar Sólmundarsson og Valtýr Kristjánsson og Toyota Corolla með framhjóladrifi voru í forustu í nýliðaflokki eftir fyrstu 3 leiðirnar hér í 10. sæti. Rúnar og Jón leiddu með 16 sekúndna forskot á Sigurð og Rögnvald. Hjörtur og Ísak í sæti 4 sekúndum þar á eftir og síðan Baldur og Arnar sektum á eftir hitti Ísak á Malbiksleið sem liggur Hafnarsleið í Reykjanesi. Og hér koma fyrstir feðgarnir, gerðu sér lítið fyrir og náðu besta tíma í báðum þessum ferðum, 1.25 og 1.22. Og voru þar með afgerandi forystu eftir fyrsta áfanga keppninnar. Baldur Jónsson og Arnar Valsteinsson voru í 4. sæti þegar hér var komin sögun á 3. besta tíma í fyrri umferðum höfnina en 2. besta tíma í seinni ferðinni. Sjáum við hvers vegna þeir náðu 2. besta tímanum í seinni ferðinni. Hér var ekkert sleið af. Þá var það Hjörtur, Pálmi Jónsson og Ísak Guðjónsson. Voru í harðri baráttu við Sigurð Braga annarsætið. Og hér eru þeir að rekast utan í kantstein í annað sinn. Ráku afturhjólið utan í einum 500 metrum fyrr og þá skektist hjólastillingin og bíllinn hagaði sér öðruvísi heldur en hann átt að gera. Hann er þó með loft í öllum hjólbörðum ennþá. En svo hér þegar hann tekur beyguna fyrir hornið þá springur að framan í honum hægra megin og hann lenti í bastli hér. Og seinni ferðin aðeins 5. besti tími, 1.29 og hann var að tapa tíma hér. Sjáum hér hvernig springur að framan þegar hann byrjar þessa beygju. Sigurður Bragi og Rögnvaldur voru í 2. sæti þegar hér var komið sögu en voru einfallega ekki nógu fljótir Hafnarsvæði, voru aðeins með 7. besta tíman í fyrri ferðinni og aftur í seinni ferðinni og voru að tapa tíma hér sem að gera það verkum að þeir hröpuðu niður í 3. sæti. Bíllinn var fínn en við vorum bara alls ekki með á nótunum sko. Svo beigðum við reynda spinnu þarna og þannig að hjólastillingin fór eitthvað í en það er ekkert máli sko. Það voru bara við, það var ekkert annað sko. Tókum þetta nokkuð skarpt í byrjun en klúðurum þessu illilega síðustu 2 leiðum. Töpuðum þá eiginlega öll því sem að vinna upp á Hjört. Héldum við myndum veita að feðgonum verðum að keppa um 1. sætið. En er núna konið 25 sekúndum eftir vegna þess að við einfallega vorum ekki með þau dekk sem hefði mátt vera með. Þetta er alltaf að koma og hann er bara að vex með hverri leiðin og við förum hraða með hverri leið. Þannig að ég er bjartsýnn á morgun. Bara teiknast við því og bara rosalega gaman var. Gengi bara mjög vel og það náttúrulega bara tökku á því. Ég er kannski búinn að taka meira á því ég ætlaði mér þannig sko en þetta er búið að vera voðalega svona þægileg kýrsla og góð, mjög góð.
og þá er það Hjörleifur Hilmarsson og Jón Þór Jónsson, Mitsubishi Lancer, voru með 3. besta tíman þessa leið. Réttum dekkjum Gunnar Vigfússon og Björn Ragnarsson með 5. besta tíman í fyrriferðinni og 3. besta tíman jöfnuðu Hjörleif Hilmarsson 1.26, voru í 7. sæti eftir þessa leið og á bíl númer 7 Ævar Ingólfsson og Ómar Björnsson Toyota Hilux 8. besti tími og 9. besti tími. Og Íslandsmeistararnir í nýliðaflokki á bíl númer 11 Guðbrandur Sigurgeirsson og Karl Þór Björnsson voru ekki að standa sig sem skildi því að það hefði nú verið reiknað með því að þeir væru fyrir ofan aðra nýliða. En Halldór Björnsson á bíl númer 13 kom í veg fyrir það með frábærum akstri. Þetta byrja vel, en það er náttúrulega urður svolítið afföll þarna á annarri leið. Það er ótrúlega mikil afföll, en þetta er bara rally. Það er bara að reyna að keyra þetta safe og koma með pallinn á morgun. Reyna að halda bílum í lagi. Óskar Sólmundarsson var þarna í öðru sæti í flokki nýliða, rétt á eftir Halldóri Árna, 13 sekúndum á eftir. En við sjáum það að feðgarnir eru konum með hálfa mínúti í forskot á Hjört og Ísak. Sigurður Bragi og Baldur eru þarna í hörkuslag við Hjört og Ísak annað sætið. Og þá var kominn laugardagur. Og jafnt og þétt juku feðgarnir forskot sitt, þó ekki á fyrstu leið á laugardegi því að þar náðu þeir aðeins 4. besta tíma. Besta tíma á Reykjanesinu og síðan Ísólsskálann og Kleifarvatnið. Hjörtur og Ísak með 3. besta tíman á fyrstu leið á laugardagsmorgni og síðan annan besta og færðust fjær og fjær slagnum 3. sæti þar sem að Sigurður Bragi og Rögnvaldur voru í hörkuslag við Baldur Jónsson og Arnar Valsteinsson. Og þeir náðu besta tímanum á fyrstu leið á laugardagsmorgni 2:57. 3. besta tíma á annar leið og komust þar með upp í 3. sætið framfyrir Sigurð Braga. Er það auka forskoti á þessum 3 leiðum núna eftir Reykjanesið? Já, við höfum eitthvað aðeins fyrir aukað. Við gáum eftir á fyrst í morgunum, við höfum eitthvað verið að bæta nokkrum sekúndum frá hverri leið. Já, þeir eru að tapa 3 á feðgana núna, hvað er að gerast? Já, ég held þetta er ekki slæmt, finnst mér. Töpum 5 á þetta í fyrra. Þetta er betra þá. Þið voru aðeins að kroppa í Hjört hérna, tók að honum 1 sekúndu. Nú, já, þetta er alltaf í góðu gír. Það er mikil barátta í dag. Þið eru með sama tíma á Hjörtur hérna. Það er fínt, þetta er allt að koma hjá okkur. Þeir þriðju búnir hjá toppunum en þá er það Hjörleifur Hilmarsson 5. besti á leiðinum Stapan, Reykjanesið, Ísólsskálann og Kleifarvatnið. Og á bíl númer 6 Gunnar Vigfússon og Björn Ragnarsson í 7. sæti og voru nokkuð öruggir þar. En var þó refsað mínútu fyrir Þjóstað og á bíl númer 7, 8., 9. og voru að hækka sig, voru að færast nær 7. sætinu og þá var slagurinn í nýliðaflokki. Áður nokkur vissi af að þá var Halldór Björnsson kominn talsvert fyrir aftan Óskar Sólmundsson. Sólmundarsson ætlaði nú að segja, búinn að tapa heilli mínútu og þurfti nú að gera árás. Óskar Sólmundarsson kominn með forystuna í þessum flokki. Nú, Íslandsmeistararnir frá í fyrra, Guðbrandur Sigurgeirsson og Karl Þór Björnsson voru að hækka sig þegar hér var komið sögu upp fyrir nýliðana. En Rúnar og Jón leiddu konum með 37 sekúndna forskot eftir að 2/3 af rallinu voru búnir og sjáum hörkuslagur 3. sætið. Baldur og Arnar og Sigurður og Rögnvaldur berjast þar og munar 2 sekúndum. Og haldið var inn á Kleifarvatnið og síðan Ísólsskálann í 2 bútum. Og feðgarnir juku forskot sitt en Hjörtur og Ísak gáfu aðeins eftir og fóru að aka varnarakstur, halda bara öðru sætinu og vera öruggir þar. Og því jókst munurinn á milli fyrsta og annars kannski meira en hér er Sigurður Bragi í slag við Baldur Jónsson. Og á næstu 2 leiðum tókst honum komast upp fyrir Baldur og Arnar Valsteinsson. En síðan á seinni hlutanum á Ísólsskála datt kveikjuþráður úr sambandi og bíllinn drap á sér og hann varð að hætta keppni og þar með færðust Baldur og Arnar aftur upp í 3. sætið. Sigurvegarar í rallinu, feðgarnir Rúnar Jónsson og Jón Rúnar Ragnarsson og á Suðurnesjunum er sigri fagnað svona. Rúnar, rúm mínúta, bjóstu við þessu? Nei, ég bjóst bara við
miklum slag og þetta er alveg sekundslagur út í gegn. En við náðum að byrja mjög vel í gær og byggjum bara gott fórskot sem við gátum svona spilað út frá í rauninni í dag. Þannig að þetta var ónum mikið. Hjörleifur Hilmarsson og Jón Þór Jónsson voru tryggir með fjórða sætið eftir að Sigurður Bragi og Rögnvaldur urðu að hætta keppni og Ævar Ingólfsson og Ómar Björnsson náðu síðan 5. sætinu. Þeir voru hins vegar 7 mínútum á eftir Hjörleifi Hilmarssoni og Jóni Þóri Jónssoni og kemur berlega í ljós mismunandi búnaður á bílum. Gunnar Vigfússon og Björn Ragnarsson lentu í 7. sæti og þetta var í fyrsta skipti sem að þessi bifreið skilaði sér í mark í rallikeppni á sínu öðru ári hér á landi. Og Ævar Ingólfsson og Ómar Björnsson í 5. í 4. Hjörleifur og Jón Þór. Óbreyttur bíll en þá var það slagurinn í nýliða flokki. Halldór Björnsson og Árni Jónsson voru tíma 25 sekúndur aftan og Starfon söksuðu á sekundum Óskarsson og fyrir náðu og Árna Jónssoni voru á nákvæmlega sama tíma að loknum deginum í rallinu en höfnuðu í 1. sæti í nýliðaflokki þar sem að reglan gildir að sá sem fyrr nær betri tíma telst vera sigurvegari. Rúnar Jón sigruðu á 51:48, Hjörtur og Ísak í öðru sæti 1:06 á eftir Baldur og Arnar í 3. sæti 38 sekúndum á eftir Kirti og Ísak og Halldór og Árni í 8. sæti